Komið sæl og blessuð. Þessi lestur fyrir manneskju sem er að spyrja svolítið almennt, svona bara hvað framundan hjá henni, hvar hún stendur í dag og hver næstu skref eru. Og hún ekki með neitt sérstakt í huga, heldur vildi fá bara svona almenna lýsingu. Og ég ætla að byrja á því að nota hérna Musterisriddara tarotið, eins og það heitir. Við byrjum á því að kíkja aðeins á hvað á undan gengið, svona fortíðin, hvað búið að vera í gangi og hvað hefur komið manneskjunni á þann stað sem hún er á í dag. Svona áður en við kíkjum lengra fram. Þessi spil sýna mér bara afskaplega fallega, góða fjölskylduorku. Hún er sátt við sig og sína nánustu. Það er mikill kraftur og mikil orka í kringum hana. Og það gæti verið hún sem er svona uppfull af orku. Það er líka verið að tala hérna ungan einstakling á heimilinu. Gæti verið ungur maður sem er búinn að vera mjög drífandi og kröftugur, búinn að ljúka sínu námi og hefur svona komið sér vel áfram. Og þetta getur verið manneskjan sjálf sem ræðir. En eitthvað eirðarleysi og einhvers konar svona drifkraftur að fara aftur á stað núna eftir að hafa verið kannski smá rólegheit í lífi viðkomandi. Og það er í raun og veru margir möguleikar sem þessi manneskja er búin að vera að skoða. Og hún er búin að vera að svona hafa svolítið alla anga úti að finna út hvað heillar hana mest, því að hún er með dálítið svona vítt áhugasvið og í raun og veru mjög hæfileikarík og getur gert svona það sem hún ætlar sér. Fjölskyldan kemur upp hérna sem dálítið sterkur þáttur og ég ætla að skoða þetta aðeins betur. Ok, þessi kröftugi einstaklingur sem ég var að tala hérna áðan, honum hefur tekist að virkja hæfileika sína og krafta sína yfir í eitthvað haldbært og svona gróðavænlegt, skulum við segja, á jákvæðan hátt. Þannig að þetta getur verið manneskjan sjálf sem ræðir, sem hefur tekist að gera hæfileika sína eða námi sitt eða kunnáttu sína að lifibrauði sínu og er svolítið með pálmann í höndunum hérna hvað það varðar. Er búin að skapa sér gott líf, skulum við segja. Fjölskyldan skiptir hana miklu máli og hefðbundin fjölskyldugildi. Það gæti verið nýbúið einhvers konar tímabil þar sem að þessi gildi hafa verið í hávegum höfð. Þetta getur verið brúðkaup eða stækkun á fjölskyldunni. Eitthvað svona þar sem að hefur verið svolítið stigið fast í jarðar varðandi það að
tryggja öryggi allra á heimilinu og það ríkir blessun yfir þessari fjölskyldu. Og margt fallegt sem að kemur hérna upp í tengslum við það. Síðan ákveðið eirðarleysi sem ríkir, búið að vera ríkjandi akkurat núna og mikil útþrá í gangi. Við skulum sjá betur hérna í núinu hvert sú útþrá hefur leitt fólk. Það er verið að byrja á nýrri atvinnu, einhvers konar nýja atvinnutækifæri sem eru hérna í gangi. Þar sem að manneskjan að nýta hæfileikana sína enn og aftur og að hljóta hérna mikið lof fyrir góða vinnu. Mér sýnist hún vera með sitt eigið fyrirtæki eða vinna ein. Annarkvort sem ráðgjafi eða sem einyrki. Og eitthvað hún í fararbroddi eða gegnir einhvers konar forystu hlutverki fyrir aðra því að það eru margir sem líta upp til hennar og hún að reisa margar vörður sem aðrir síðan fylgja í kjölfarið. Þetta einstaklingur sem hefur bara styrkst með tímanum, með árunum, í dag ákaflega sterkur einstaklingur, fjárhagslega sjálfstæð og fjárhagslega sterk, skulum við segja líka, umhugað alla þá þætti lífsins sem varða fjármál og traustan grunn og þannig staðan í dag að það það sem svona mest uppi við hjá þessari manneskju. Í raun og veru engar stórar kollvarpandi breytingar, allavega ekki í augnablikinu, sem svona kemur kannski heim og saman við það sem manneskjan lagði upp með varðandi þennan lestur, að hún virtist bara nokkuð sátt með sína stöðu og í eigin skinni og spilin í raun og veru endurspegla það að hún svolítið í sterkri stöðu hérna eins og kóngur í ríki sínu. Henni finnst gott að draga sig í hlé og það í raun og veru þannig sem hún hleður batteríin að hún dregur sig í hlé og sækir hugmyndir sínar í einveru og í þögn og í raun og veru til eigin innsæis og ímyndunarafls heldur en til umhverfisins. Þannig fær hún sína bestu hugmyndir. Þegar hún ein með sjálfur sér og ef til vill í nokkurs konar íhugunar eða hugleiðslu ástandi. Forystuhlutverkið hennar felst líka í því að leiðbeina öðrum, hún gæti verið kennari, að leiðbeina öðrum og lýsa þeim svolítið leiðina, já, eins og einbúinn gerir oft á tíðum. Hennar hugmyndir einstakar, þær ólíkar hugmyndum annarra í kringum hana og það það sem gerir hana að þessari hæfileikaríku fagmanneskju, getum sagt það, sem hún Fólk leitar til hennar, bæði leynt og ljóst og hún ávallt reiðubúin að hjálpa öðrum svo lengi sem að hún fær
tíma til að draga sig í hlé inn á milli og hlaða þannig batteríin. Það svona smá aðvörun hérna til hennar varðandi einveruna, að gæta þess að draga sig ekki einum of í hlé, heldur muna að hún hluti af stærri heild, hún félagsvera, hún þarf á öðrum að halda, hún þarf á samskiptum annarra að halda. Og það verið að minna á nauðsyn þess að hafa ákveðið tilfinningaflæði í gangi á milli hennar og annarra. Og ef til vill eru það þá hennar fjölskyldumeðlimir eða svona hennar nánustu vinir eða umhverfi. Það að hjálpa öðrum getur orðið lýjandi með tíð og tíma ef hún sér ekki að endurnýja orkubrunnin sinn. Þessi manneskja vinnur undir, eins og ég sagði áðan, þá ákveðin blessun hérna yfir fjölskyldunni. Hún vinnur, hver svo sem hennar vinna aðalvinna, ég sagði hérna áðan, hún gæti verið kennari, einhvers konar leiðbeinandi eða ráðgjafi fyrir aðra, og hún vinnur undir leiðsögn sér æðri andlegra ráðgjafa. Hún með andlega ráðgjafa hérna með sér, verndarengla getur við sagt, sterka andlega aðila sem að vinna með henni í gegnum hana og sem að hún getur alltaf leitað til og tengt sig við ef og þegar henni finnst hún þurfa á því að halda, og þeir vinna þannig líka að þeirra orka í raun og veru alltaf í kringum hana og inn í hennar orkusviði. Þannig að það má segja að hún að henni sé leiðbeint og stýrt í sínu starfi af æðri andlegri orku. Það eitthvað svona sem að koma inn í líf hennar núna sem á eftir að svona koma með ákveðnar ferska vinda inn til hennar. Kannski eitthvað úr fortíðinni sem að hefur verið að kalla á hana í svolítinn tíma, sem að núna fyrst hún tilbúin að leggja eyrun við hlustir og taka á móti þeim skilaboðum sem að eru í gangi. Eins og ég sagði áðan, hún búin að vera ánægð með sitt, sátt í sínu umhverfi. Ferskir vindar þurfa ekki endilega að þýða einhverja kollvarpandi breytingar, en samt sem áður ákveðið uppgjör við fortíðina og það að setja hluti bak við sig sem að hún tilbúin að afgreiða og taka út úr sinni orku. Þessi manneskja á það til að vera dálítið dómhörð, bæði á sjálfa sig og aðra, og vel meðvituð það. Sem líka ástæðan fyrir því hversu vel hún vinnur verk sín. Umburðarlyndið þó að aukast og hefur aukist með árunum og þessi fallega andlega tenging sem að ég sé og finn fyrir manneskjuna,
Hún hefur kennt henni margt mannlegt eðli sem hefur verið til bóta. Ok, þá skulum við taka aðeins hérna lengra framundan. Hvað kemur hér upp? Þau eru svolítið löng þessi spil. Ég reyna að koma þeim þannig að þau náu hérna öll inn á. Já. Þetta allt í góðu. Allt í góðu. Framundan, talandi andlegar tengingar. Ok, nú ætla ég aðeins að útskýra hérna. Æðsti presturinn sem þið sjáu hér. Gott að hafa pinnan minn hérna. Er spil sem er ákaflega lýsandi fyrir ýmiss konar tengingar. Hann stendur fyrir meðal annars trú og trúarbrögð, svona stofnanir þjóðfélagsins eins og kirkjur og þessar háu opinberu stofnanir sem að við öll þurfum að hafa samband við þegar við búum í þjóðfélagi. Hann stendur fyrir svolítið sambandi á milli manns og Guðs. Táknar í raun og veru þetta hlutverk eða þetta vald sem að kirkjan hefur tekið sér svolítið í gegnum aldirnar, að vera þarna milliliður á milli. En eins og við flest vitum, þá þarf engan svona millilið. Við tengjumst bara almættinu, uppsprettunni, Guði í gegnum okkur sjálf og eins og okkur hentar, en þetta er allavega það sem spilið stendur fyrir, svona mínu viti, og í þessari lögn kemur það mjög sterkt þannig upp. Sama spilið er að koma hérna aftur. Þannig að við erum hérna með 2 æðstu presta og þið sjáu hvernig æðsti presturinn þessi er hérna með hús hérna í hendinni sem að fyrir mér táknar bara svolítið svona vald. Hann er með vald yfir þessu sem að viðkemur okkur fólkinu. Þetta gæti verið einhvers konar musteri eða kirkja, eins og ég var að tala áðan. Þetta er allavega ákaflega svona valdamikið spil sem að talar enn og aftur andlega tengingu þessarar mannesku og það að hún hafi andlega verndara með sér eða gæslumenn, veit ekki alveg kannski hvernig við höfum að orða það. Það að þetta spil komi hérna upp tvisvar er í raun og veru bara staðfesting á þessu og kannski til marks hversu sátt þessi manneskja er með það sem er í gangi í lífi sínu, en leið opin fyrir einhverju nýju. Gæfuhjólið kemur síðan hérna líka í hennar framtíð. Ég sé þennan mann alltaf fyrir mér svolítið að vera að skrá gjörðir og misgjörðir, vega og meta hvað er í lífi hvers og eins. Og þetta allsjáandi auga Guðs sem að sýnir sig þarna er enn og aftur merking svona í mínum bókum það að almættið, uppsprettan Guð, fylgist vel með í lífi þessara mannesku og mun sjá til þess að svona hennar framtíð verði bein og greið, skulum við segja. Alltaf eitthvað óvænt og skemmtilegt kemur alltaf inn með lukkuhjólinu líka.
örlagahjólinu eða gæfuhjólinu eins og er kallað líka. Þannig að þessi manneskja má eiga vona á einhverju slíku og ef til vill er þetta óvænta í formi mannesku, gæti verið karlmanns því að hér er kóngur. Þá erum við komið með 2 kónga hérna í lögnin okkar. Kónginn sem að svona er svolítið hæstur í þessu veraldlega og síðan tilfinningakónginn hér. Þetta segir mér líka það að framundan muni verða kannski breyting á því hvernig þessi manneskja tjáir sig eða svona upplifir hlutina og að það muni verða meiri vöxtur á tilfinningasviðinu hennar heldur en kannski hefur verið áður. Þannig að einhvers konar gæfa, eitthvað óvænt, gott, með jákvæðar tilfinningar gæti verið í formi annarrar mannesku mun birtast hér í lífi hennar og það mun verða breyting frá því sem áður var. Því að hér er ákveðin upprisa í þessu spili og hver veit nema breytingarnar verði meiri heldur en ég talaði áðan. Nú tökum við 3 spil hérna í viðbót. Já, hérna hér. Ok. Ný upplifun á tilfinningasviðinu. Staðfest hér með bikarásnum. Bara endurtekning á því sem ég var að segja. Það er eitthvað nýtt, eitthvað gott, einhvers konar falleg, innileg jákvæð tilfinningaupplifun framundan fyrir spyrjandann. Bæði eitthvað sem manneskjan upplifir sjálf innra með sér og birtist síðan í formi fallegra samskipta við aðra mannesku. Og eins og ég talaði áðan, þá gæti það verið í formi þessa manns sem hér sýnir sig. Hann er ennþá með grímu fyrir andlitinu, en gríman mun síðan falla þegar að samskiptin komast á og það eru örlögin sem að stýra þessum hittingi, þessum samskiptum, þessari tengingu. Það eru örlögin sem koma henni á og ásamt því að vera ný tilfinningaleg upplifun sem ásinn hér sýnir og er stýrt svolítið af þessum sterku andlegu örlaga tengingum, skulum við segja, sem eru hérna í gangi. Þá mun líka vera hérna ný upplifun á varðandi tjáningu, skulum við segja. Sverðaásinn kemur hérna inn með sannleika, skýrleika, hreina og beina tjáningu þar sem hlutir verða sagðir sem ef til vill hafa verið undir niðri hingað til en koma nú skýrt upp á yfirborðið. Hér er verið að greiða leiðina að einhverju meiru og betra. Hér er verið að tala tæpitungulaust. Hér er verið að gera sér grein fyrir hvaða styrkur og hvaða sigur felst í hreinum og beinum samskiptum. Og þessi þrenning hérna, eins falleg og hún ber vitni eitthvað meira
sem koma skal. Í farvatninu mér langar að segja nýtt líf, nýr veruleiki, mun meiri breyting heldur en við sáum hérna áðan. Þannig að það eru umbreytingar hér vissulega og umbylting fyrir manneskjuna. Og ég held að enginn verði meira hissa heldur en hún sjálf þegar að þetta gengur í garð. Hún hefur svo sannarlega unnið fyrir þessu. Hún hefur unnið fyrir þessu með því að vera afskaplega jarðbundin og fylgin sér. Hún hefur tekið vel á öllum sínum málum, unnið vel að hlutum. Hún hefur ræktað sinn innri mann, ræktað sínar andlegu tengingar. Hún hefur vandað sig í öllu sem hún hefur tekið sér fyrir hendur. Hún hefur ekki gefið eftir í neikvæðum, þar sem neikvæð orka hefur reynt að smeygja sér inn. Hún hefur ekki gefið eftir í meðvirkum samböndum við aðra. Heldur hefur hún fylgt sinni innri sannfæringu hvernig best sé að framkvæma hlutina. Og hún svo sannarlega að uppskera hér. Þetta gæti nú ekki verið betra. Að lokum ætla ég að taka hérna eitt englaspil sem sýnir börn. Tenging þín við börn hluti af lífstilgangi þínum. Ég talaði hérna áðan fjölskylduna og hversu hún skiptir miklu máli fyrir spyrjandann. Börnin geta verið hluti af því og þetta eru til samskipti sem eru að verða enn betri. Og hluti af lífstilgangi manneskjunnar, ég talaði hérna áðan að hún væri til kennari. Það getur verið hluti af hennar kennslu að kenna börnum. Þetta geta verið annarra manna barn, alveg eins og hennar eigin. Og þessi fallegu samskipti sem eru hérna framundan geta líka verið samskipti við börn í hennar lífi. Mér finnst í raun og veru felast í þessum spilum svolítið, þau eru svolítið opin og það að þessi kóngur komi hérna upp, sem ég sagði að geti verið hluti af þessu. Það lokar ekki á það að þetta geta verið fleiri tengingar. Oft það þannig þegar að erfiðleikar leysast og tengingar heilast, skulum við segja. Það verði heilun og að við græðum þar sem að miður fer á milli okkar og annara. Oft þegar að það gerist þá smittar það út frá sér og hefur áhrif á fleiri þætti heldur en kannski bara manneskjuna sem ræðir. Þannig að þetta getur verið svona bara heildar upplifun á nýjum og betri tilfinningum og betri samskiptum á milli fólks í hennar lífi. Ég ætla að láta þetta duga. Þessi lestur dæmi lestur sem þið getið fengið með því að senda mér skilaboð á miðlun og heilun í Messenger. Annars þakka ég ykkur kærlega fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.